Norðlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi. Við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki boðið upp á kvikmyndabraut sem nýtur vaxandi vinsælda. Það kemur ekki óvart þegar tekið er mið af því hvað kvikmyndagerð orðin stóra atvinnugrein hér á landi og af sumum talin einn stærsti þátturinn í sjálfsmynd þjóða í dag. Samt starfsheiti kvikmyndagerðarmaður ekki löggilt hér á landi. Að minnstakosti 4 aðrir framhaldsskólar kenna kvikmyndagerð. Borgarholtsskóli, Fjölbraut við Ármúla, Flensborg og Tækniskólinn, auk Kvikmyndaskóla Íslands. Okkur langar að kynnast þessu námi örlítið betur, en þar eru í vetur 10 áhugasami nemendur. Þetta er svona klassískt kvikmyndagerðarnám svona í grunninn. Það byggist í fyrsta lagi á handriti, í öðru lagi á tökum og síðan á klippingu og frágangi. Og við leggjum alveg rosalega þunga áherslu eða ríka áherslu á það að við erum að segja sögur alltaf. Það er nefnilega ekkert nýtt undir sólinni og þetta er bara þannig þó við sem alltaf að upplifa betur og betur tækni og breytta tíma. Þá ef þú hefur góða sögu að segja þá hlustar fólk og svo er það okkar hlutverk að kenna krökkunum að koma þessu í myndrænan búning þannig að þú sért að láta myndavélina tala. Þú ert með 10 krakkar núna, hvað er þetta, 16 ára og upp úr eða hvað? Já, það er alltaf munur á 16 ára og 26. Það hefur verið svona bilið, 16 upp í 25. Og 16 ára krakkarnir eru náttúrulega óskup ung og ólífsreynd, En það sem kannski skiptir langt mestu máli í þessu er bara áhuginn. Að krakkarnir hafi áhuga á því sem þau eru að gera. Og við höfum sem betur fer fengið nemendur sem hafa bara komið hingað sérstaklega á Sauðárkrók til þess að læra kvikmyndagerð. Og það þarf mikinn áhuga til þess að rífa sig heimann og yfir í aðrar sýslur eða svo má segja. Já, en hér er heimavist. Hér er góð heimavist og vel hugsað krakkana. Það er líka þetta er svona örugt umhverfi hérna. Það er góður starfsmaður sem sér heimavistina, heldur vel utan krakkana og síðan er bara all þjónusta í Seylingafjarlægð. Íþróttahúsið við hliðina og bóknámið og verknámið í Fjölbrautaskólanum er bara í mínútugöngufjarlægð frá heimavistinni. Þannig að þetta er góður pakki sem við verðum að bjóða krökkunum upp á. Má ég sjá leikurinn labba í gegn? Já, leikurinn. Hún er byggð upp sem 2 ára braut. Fyrst var þetta framhaldsskólabraut og nú erum við breytinni yfir í starfsnámsbraut af því að það er réttara, þetta er svona starfsnám. Við byggjum þetta rosalega mikið upp á því að bara gera og síðan getur við tekið stúdentspróf líka og útskrifast af kvikmyndabraut. Þannig að þetta er í grunninn, annars er 2 ára starfsnámsbraut og hins vegar þá bara stúdentspróf útskrifuð af kvikmyndabraut. Hvaða réttindi hafa þau þegar eru búin með þetta? Fái sjálfur sér kannski engin réttindi, þau fá diplóma upp á það að þau geti starfað í aðstoðarstörfum í kvikmyndagerð. Og flest störfin í því sambandi eru annaðhvort á tökustað eða í eftirvinnslu. Þetta er stór iðnaður orðin og það er alltaf vöntun á góðum starfskraftum til að starfa við upptökur á myndum. Í náminu er lögð áhersla á samvinnu við starfandi framleiðslufyrirtæki í kvikmyndagerð og þegar okkur bara garði voru nemendur einmitt að hjálpa til við tökur á stuttmynd á Skagaströnd. Og við erum að hjálpa útskriftarnemenda með útskriftarmyndina og krakkarnir eru að vinna á tökustað sem sjálfboðaliðar og síðan það bara metið sem hluti á náminu. Þau verða þarna alla helgina og fram á mánudag. Þannig að kvikmyndafyrirtæki geta leitað í þennan brunn? Já, þau geta gert það. Og í raun og veru hafa tekið okkur afskaplega vel þegar við leitað til þeirra vegna þess að það er mjög mikilvægt til þess að krakka að komast í þær aðstæður að vera að vinna bara í alvöru verkefnum. Þá finna þau líka hvort að þetta er eitthvað sem þau vilja starfa við. Því eitt er að læra og annað er náttúrulega að vera í hringuðinni. State your name and occupation, sir.
Árbjartur Snær Kristjánsson einn þeirra sem stundar nám við kvikmyndabrautina. Hann að leggja lokahönd á stuttmyndina Lotto sem snýst pólskan innflytjanda sem stofnar tryggingafélag og veðjar á líf viðskiptavinnana. Ég mjög mikið fyrir svona sögur. Ég svona sögumaður í sjálfum mér. Það svona, nægir listin, hún nægir svona í ættinni. The year is 2050. I just recently immigrated to Iceland. En við fáum hins vegar ekki að vita hvernig myndin endar, en það verður spennandi að sjá. Going up as the past decade. Hopeful as I was, I started education in finance. It was about the same time I got my job at shipping company. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.